Herri, ég að taka upp hérna súlunismálið, eða hestastelpumálið eins og margir vilja kalla það og ég ætla að lesa fyrir ykkur bara smá. Það var vottorð frá heyrnarfræðingi að dóttirin, ég kalla þessa stelpuna í málinu bara dóttirin eða stelpuna. Hún leitaði sér læknisaðstoðar frá 2021 til 2005 út af eyrnasuði og hljóðóþols. Og samkvæmt henni þá byrjuðu þessi einkenni í nóvember 2019 og höfðu farið versnandi síðan. En það sem vekur athygli í þessu sambandi að hún tengdi þetta versnandi ástand við heimilislífið. Og hún lýsir því að samskipti sín við foreldra og álag heima væru streituvaldarnir sem gerðu þessi einkenni verri. Sem sagt að heimilið og foreldrannar voru triggerar hjá henni. Og síðan í febrúar 2023, sem sagt 2 árum áður en hún banar föður sínum, þá vaknar eitthvað svona grunur hjá þessum sérfræðing eftir að hún var búin að vera hjá honum í 2 ár að vandinn væri ekki bara hljóðóþol heldur hljóðóbeit eða það sem kallast misófónía. Ég hafði aldrei heyrt misófónía áður, en það mjög mikill munur á þessu tvennu, en fólk sem með svona hljóðóbeit eða misófónía, það upplifir ákveðin hljóð sem yfirþyrmandi áreiti sem getur kallað fram stjórnlausa reiði og kvíða. Og sumir eiga jafnvel erfitt með að stjórna viðbrögðum sínum og geta brugðist harkalega við. Þannig að þetta áhugavert mál, mjög áhugavert mál á margir vinklar sem að fólk kannski veit ekki af. Og ef þú vilt hlusta á þetta mál og bara önnur sönn íslensk sakamál sem eru flestöll bara ný, þá ferð þú inn á Kratos og kaupir þér áskrift.